Beitukóngurinn nýttur hér við land, veiddur í gildrur í Breiðafirði en hvergi annars staðar við landi reyndar. Langa svartflekkótta ranan notar snigillinn til að anda með. Þetta eru virðuleg og tilkomumikil dýr, svona í návígi, fjölbreytilega á litinn og með tígulegar hreyfingar. Hér sést skelin sem kuðungurinn notar til að loka á eftir sér, hurðin eins og við köllum hana. Snigillinn hefur stillt sér sérstaklega vel upp fyrir myndatökuna hérna. Þegar hann dregur sig inn í skelina og leggur hurðina fyrir opið, hann alveg brynjaður innan í kuðungnum. Þetta eru egg beitukóngsins. Í hverju hylki á að vera einn lítill ungi sem kemur út með skel þegar hann klekst úr egginu. Ekki óalgengt að finna svona eggjahylki sjórekin í fjörum landsins. Þetta hins vegar hafkóngur á eggjahylkinu sínu og hann enn að hrygna. Beitukóngur ætur en hafkóngurinn aftur á móti eitraður. Við getum þekkt á því sundur á því meðal annars að hafkóngurinn hefur hornóttari skel með skarpari brúnum en beitukóngurinn ávalari. Hér þarf ekki mörg orð og við látum myndirnar tala sínu máli þessa fallegu snigla í sjónum. En hvað í gangi hér? Hann að gefa frá sér sæði? Litli snigillinn á stóra hafkónginum hér heitir þarahetta. Sniglar eru af flokki lindýra, en af þeim flokki eru líka svokallaðar samlokur eins og kræklingurinn sem við sjáum hérna og líka gjarnan kallaður bláskel. Sama að segja kúfiskinn og þennan einmanna hörpudisk sem við sjáum í lokin. Þriðji meginhópur lindýra eru svo smokkfiskar. Linddýr eru ein stærsta fylking dýra í sjónum, aðeins fylking krabbadýranna stærri.